Það margt skrítið í þessu lífi. Eitt af því nesti Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á Alþingi í liðinni viku. Við ætlum að fá álit nokkra sérfræðinga á málinu. Eruð þið með eitthvað svona Sigmundar Davíðs hakk? Hvert svona þitt faglega álit á þessum rétt? Þetta afskaplega einfalt og í sjálfu sér fær hvert hráefni að njóta sín. Hráefni sem hér ræðir hrátt kjöt og einvörðugur borið fram með mjög frekar svona hlutlausu keksi. Myndir þú segja að tekeksið væri að ryðja sér til rúms í íslenskri matargerð? Já, vonandi. Tekeksið er ægilega gott. Það er hægt að nota það með öllu því það er svo hlutlaust. Þannig að það er með góðan ost eða með gott hrátt kjöt, þá getur þú notað tekeks. Gott hakk. Hvað færið þér sjálfur á tekeks? Það verður bara annað tekeks. Er þetta í lagi? Ég myndi ekki borða þetta. Nú var ég að borða svona 5 svona keks með svona kjöti. Hvernig sýkingar gæti ég verið að fá? Oftast eru þetta bakteríur sem að valda þannig gangi, en síðan eru það ýmsar E. coli bakteríur og ein mjög alvarleg sem er E. coli O157 og getur valdið dauða. Ok, við skulum smakka þetta eins og þetta er núna og svo ætlar þú að sýna mér hvað er hægt að gera til þess að láta þetta vera aðeins meira sexy. Þetta er bara eins og hrátt hakk á keksi. Þetta er það. Já, þetta er það. Svo erum við með alls konar hérna sem að gerir eitthvað fyrir þetta. Saxaður laukur er svona klassískt grasslauk og svona bara sjálfótt lauk. Svo er ég með kaldpressaða rebiolíu hérna og auðvitað náttúrulega dillolíu. Fiskisósu sem við byggum til. Mixa þessu svona huggulega saman. Við erum að segja að þetta lítur strax aðeins betur út. Er það ekki? Það má ekkert bjóða þér að smakka. Nei, ómögulega. Þetta er hakk sem ég hef enga lyst á að borða hrátt vegna þess að í hakki þá geta verið ýmsar bakteríur sem eru annars utan á kjötstykki sem við yfirleitt drepum þegar við erum að steikja. Og stór biti. Myndirðu vera móðgæður ef ég myndi segja að mér finnst hitt betra? Nei. Nei, þetta er mjög gott. Ég mæli með þessu svona.